Sko, nú líka bara að tala kannski bara, þú veist, síðustu 15-20 ára, nú þurfum við að fara að hugsa kgamla fólkið okkar að því hér að koma atvik á heilsugæslunni sem ekki manni bjóðandi, fatturu. En svo stytt opnunartíma í Sundlum, ég sá þetta á Twitter, stytt opnunartíma í Sundlum til að spara borginu 28 mellunir. Svo erum við 8 milljörðum ári í heimskulega pælingin eins og að setja pálmatrí í glerhylki. Á meðan verið að prjóna einhverja 1600 vettlinga og leggja þá á gólfi í raðhúsinu. Og hver að taka þessar ákvarðanir? Og það að reykja einhvað úr glerpípu eða? Já, þetta frábær spurning og í rauninni, ég sé þetta svona minnir pólitíska stéttin á Íslandi, fólki sem í rauninni, við erum með þetta er svolítið klikkað að segja þetta, en þetta er samt raunveruleiki, við erum með fólk á Íslandi sem ætlar að vinna við að vera stjórnmálamenn og ætlar að eiga starfsferil sem stjórnmálafólk, sem er ekki gott fyrir það og ekki gott fyrir þjóðina. En þess að áður voru stjórnmál bara svona eitthvað sem þú fórst í skamman tíma til að hafa áhrif og segja það sem þú þurftir að segja. En þetta fólk sem við sitjum uppi með, sýnist mér farið að þjóna einhverjum litlum minnihluta, hvort sem það ofurríkt fólk út í heimi eða stóra stofnanir út í heimi eða einhverjir svona háværi servitringar og kröfu hart fólk á Íslandi, en þeir eru að gera það á kostnað meirihlutans. Þetta er staðan. Já. Og þegar franska byltingin var gerð, af því að fólk hafði ekki nóg að borða, þá spurði franska drottningin, sem að með minnir hafi heiti Marie Antoinette, hún spurði, á hverju borðaði ekki, hvað segirðu, spurði hún, eða ekki brauð til að borða, á hverju borðaði ekki kökur? Þau bjuggu í fransku hirðina í allt öðrum veruleika heldur en almúgin. Og mér heyrist á því sem að þú ert að segja, að valdastéttin á Íslandi búi í rauninni í einhverjum allt öðrum veruleika heldur en við venjulega fólkið. Já. Og þetta sagði fólk við mig þegar við horfðum á það þessi stólaskipti núna eftir að ríkisstjórnin var límt saman núna síðast og það er haldin svona voða fína serimóni þar sem þeir skiptast á lyklum og halda áfram eins og ekkert hafi í skorist og fólk segir við mig býr þetta fólk bara í einhverjum öðrum veruleika við, eru þau ótengt veruleikanum og þetta er það sem þú ert að nefna setja pálma upp og prjóna vettling og setja á gólf, ég meina hvernig væri bara aftur strákar einbeita sér að grundvallar atriðunum. Ríkisvald í rauninni stofnað til þess að sinna bara ákveðinu lágmarks þjónustu sem ég veit ekkert hvað standið í pólitík en ef við bara horfum á þetta svona út frá því sem við getum kallað bara svona frjálslynd hófsöm íhaldsstefna sem mætti kalla kannski hófsama hægri stefnu, þá ríkið í rauninni bara búið til að halda upp í svona ákveðinu lágmarks löggæslu, þannig að við getum sofið á nóttinni og kannski sinna samgöngum og tryggja það að hlutinni geti gengið svona sæmilega eðlilega fyrir sig og við getum og tryggja það í rauninni að við að tryggja frelsi okkar að tryggja frelsi borgarana en í dag ríkið farið að snúast það að skerða frelsi borgarana eins og ég voru að lýsa áðan. Já. Og það kalla ég svo alvarlega öfugþróun á öllu því sem að lagt var upp með á Íslandi 1944 að ég vil með þessu framboðu mínu minna á það til hvers við erum með ríki og kalla fólk til þess að eiga samtal, taka þátt í lýðræðislegu starfi og félagsstarfi og halda út í þáttum eins og þau eru að gera til þess að minna okkur á það af hverju erum við að þessu af hverju erum við að borga skatta af hverju erum við að hafa ríkisstjórn. Ef þú vilt horfa allan þáttinn farðu inn á broadcast.is þá áskrift